eins og alla mánudaga. Björn Bragi, vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu þennan drottins dýrðar mánudaginn? Ég er svo góður. Er það ekki? Jú, þakka drottnin fyrir þennan fallega mánudag og fyrir að fá að vera þetta með þér. Já, sömu leiðis heiður að vera þetta með þér. Lof sé Guði. Lof sé Guði. Ertu trúaður maður, Björn? Ég er rosalega trúaður. Núna. Já, núna. En ertu svona eðlisverð, ertu trúaður? Nei, ekki sérstaklega sko. Nei, það fær ekki með bænir áður fyrir að sofa þarna? Nei, ok. Fór reyndar í kirkju mjólinn samt. Já, það er vel gert. Kikið með þessu. Já, við erum með veisluhandtekur í dag, kæru hlustendur, við erum með, sturla staðreyndir, við ætlum að hringja til Úrúgvæ. Já. Og aðtúa hvernig stemmingin er þar og svona, bara tjekka hvað er eðlilegt í Úrúgvæ. Já, ég er mjög spenntur fyrir því að gera það. Það er, ég held að ekki farið framhjá og neinum sem fylgjast með fótbolta allavega. Hvað gerðist í ensku deildinni í gær? Það var ungur maður sem er einmitt frá Úrúgvæ sem tók sér bara til og beit andstæðing sinn. Já. Grjótharður. Og svo ætlum við ætlum að hringja þáka. Svo ætlum við að fara í netmisnotkunna og getu blöð. Já. Sem er nýr liður, það sem ég er með svona pubquiz fyrir ykkur strákana. Já. Búin að segja með 5 spurningar handa þér. Ég er mjög spenntur fyrir því líka. Koma hér á eftir. Svo náttúrulega slúðri, það er margir sem hlusta bara fyrir til að heyra slúðri. Er það? Nei, ég ætla að vona ekki. Nei. Það hlýtur nú að vera svona sísta í þættinu með ekki. Jú, er það ekki. Þannig að við erum með, stútfullan þáttan ykkur. Kæru hlustendur, horfður á, enska boltan í gær, Bjössi? Já, ég gerði það. Þannig að þetta verður ekki farið fram hjá þér, þetta atvik með Luis Suárez. Nei. Og það er eiginlega ekkert annað rætt, ekki bara á Íslandi heldur, í heiminum í dag heldur en þetta atvik. Já, sem er svolítið leiðilegt að því að náttúrulega hápunktur gerðarsins var glæsilegur sigur minna manna á meisturunum. Já, trúðu mér, ég fagnaði þínum mönnum í gær. Tottenham, þannig að við getum orðið meistarar Manchester United í kvöld. Já. Sem er nú ekki leiðilegt, en ég vorkenni púlurum pínu með Suárez. Hann er náttúrulega, það er ekki hægt að taka það af honum, hann er stórkostlegur fótboltamaður. Hann var basically allt í öllu þannig að hann lagði upp mark, hann skoraði mark, fekk dæmt á sig víti og beit mann. Já. Það er ágætis árangur í einu fótboltaleik. Já. Og Mike Tyson byrjaði að followa hann eftir þetta. Bara strax. Þetta er my kind of guy. Já, það var rosalegt sko. Já, hann byrjaði að followa hann á Twitter. Já. Hefur þú bitið eitthvað, Bjössi? Ég beit einu sinni systur mína þegar ég var 5 ára. Ok. En, þú veist, það er... Í slagsmálum með það? Já, við vorum eitthvað rífast. Ég manna ekki alveg nóg. Þið eigið til að slást svolítið ekki, síðskynna? Jú, bara svona seinni árum. Við gerðum það ekki þegar við yngri en við slást svolítið í dag, sko. Og slást arf og eitthvað svona. Það er það gott, bara í jólalaðbóri. Það byrja að slást í sýstu sína. Ég reðst á sýstu mína í jólalaðbóri. Hún kláraði lút skuguna. Nei, ég minnaði að býta fólk. Já, þetta er... Ég held að sé mitt eina bit. En þú? Nei, þú býtir svolítið. Ég hef aldrei biti. Ég hef verið bitin, en ég hef aldrei biti. En þú ert fastur á munnstínu, sant? Já, Sveppi, hann á það hins vegar til. Þegar hann dettur í brjálæðiskast, þá híkar hann ekki við að klóra, bíta og hrækja. Já, ok. Þannig að það er svolítið barnalegt. Já, ég held að Sveppi sé ekkert að slást helgar, sko. Ég held að þetta sé orðið eitthvað síðan, hann lendi í eitthvað slagsmálum. Hann er nú slegist aðeins, sant? Já, hann er nú slegist, hann er náttúrulega bara straight out of the ghetto. Já. Hann hefur slegist. Mér finnst þetta, sko, það sem ég stela sérstakast við þetta, er að þetta, sko, ok, þú veist, ég meina... Mér finnst það bara svo fyndið. Já, sko, að því að, þú veist, við spilum nú svona áhuga mannafótbolta og stundum verður maður brjálaður og eitthvað svona pirraður. Ég get orðið mjög tafsár. Já, nákvæmlega, og maður getur orðið brjálaður út í einhvern og þú veist, og hérna, kannski slegið til einhvers eða eitthvað svona, þess að kílan eða eitthvað svo leiðskilu, en þú getur svona, þú veist, þú getur gert alls konar hluti, en það er eitthvað síðasta sem er mér eðlislægt er að fara að býta einhvern. Þú veist, ég myndi miklu frekar kannski hrinda þér eða slá í þig. Já, hann var fyrir honum. Já, og hann bara, ég být þig. Já, þetta var mjög skrítið allt saman, en frábær er hann í fótbolta, en hann þarf aðeins svona, hann þurft að kíkja svona anger management. Já, róaði hann þessu verið. Já, róaði gamli. Þetta er ennþá flott, ég er ekki búin að fá leiða það. Nei, fattilega. Já, ég aðan til að eyðileggja, ég hlusta svo ofta á lög sem ég fíla, þannig ég fæ að leiða þeim. En þetta er ennþá flott. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Ertu til í smá slúðbakka, Bjössi? Já, heldur betur. Er það ekki? Jú, ég er nefnilega að horfa svo skrítið myndband hérna á meðan við vorum að hlusta á það lag. Nú, hvað myndband þetta, sko? Þetta er semst eitthvað frá 1960, það er hérna einhver japanskur stjórnmálamæður og það er einhver 17 ára strákur að stinga hann með sverði. Og hvað, drepa hann eða? Já, drapa hann og það er myndband af þessu og hérna... Hressandi sem mútu að horfa hérna á mánudags. Þannig að ég er til í gott slúður. Eftir mánudags eftirliti. Já, ég er ekki með slúður sveðjur en ég er með Snoop Doggy Dogg. Já.
Hann ætlaði að halda rosalegt partí á laugardaginn sem átti að, bara fara fram í heima hjá honum og hann var búinn að skýra þetta partí mér að segja, það hét Snoop Lion 420 Festival en það varði ekkert úr partíunni því að nágrannar hans brjálæðir voru orðnir svo þreyttir á öllum bílunum í götunni og látunum þannig að hann náði ekki einu svona að mæta í partíi sjálfur heima á sér Snoop Lion. Jesus. Þannig að það var, bara fresta partíinu, löggan kom og, slökti bara á græjunum. Já, það væri nú allt í lagi að kíkja í partí hjá Snoop Lion. Já, veist það, ég held að þessi með svona hressari mönnum sem maður geti farið í partí til, held ég. Já. Hann virkar allavega á mig mjög skemmtilegur, Snoop Dogg, eða Snoop Lion eins og hann kalla sig í dag. Flóttustrákur. Já, topp eintak. Þar á ferð, svo ég með, ég slúðra, þegar ég segi nafni Reese Witherspoon, hugsaðu það ekki svona bara, falleg, heilbrigð og góð kona. Jú, en ekki eftir fréttir helgarinnar. Ertu búin að heyra þetta? Hún var í einhverju örugglega ekki. Já, hún var reyndar, sagði hún í viðtali í dag, eða bara núna áðan, að hún dauðskamma sín fyrir þetta. Fyrir hvað gerði hún aftur? Maðurinn hennar var handtekinn í Atlanta fyrir að keyra ölvaður. Maðurinn hennar? Já. Ok. Og hann heitir Toth og hann var langt. Toth? Já. Ok. Toth was pulled over. Já. Ok. Hann var sem sagt langt yfir, mörkum og var handtekinn og þegar var verið að setja hann í handjárnin, þá kom hún úr bílnum alveg brjáluð og sagði orðrétt, viti ekki hver, don't you know who the fuck I am? Og þeir munu komast að því núna, eru það að reyna að komast í fréttnar, réðst á lögregluþjón eða svona réðst ekkert á hann en öskraði eitthvað á hann og hrist hann og hann handtók hana og þau voru handtekinn þarna í hjónin og farið með þau í fangaklefa þannig að hún þurfti að dúsa í fangaklefa hún Reese Witherspoon helgina. Hún nú meiri grallarinn. Já, hún segir hér að hún var ölvuð líka hún voru bæði ölvuð og dauðskamma sín ekki bara fyrir hegðun sína heldur líka fyrir mannin sinn sem var að keyra fullur. Segðu mér eitt, hún svona búin að láta svolítið lítið fyrir sér fara hún var árið ekki. Var hún ekki Óskarinn hann fyrir Walk the Line og eitthvað? Réttur. Þetta ekki bara svona típist eitthvað svona sem að gerist og svo fyrir hann aftur að svífa upp á stjörnuhiminin? Þú veist, það kemur eitthvað skandall, hún svona fær umtal og allir sjá, hún ekki lengur þessi góðastelpa. Já, þú vilt meina að þetta sé bara gott fyrir ferilinn? Ég vil meina að þetta sé bara allt skipulagt. Ángríns. Já, ég hef alltaf fílað Reese Witherspoon, mér finnst hún góð leikuna. Já, en þú veist, þetta eins og með Britney og Charlie Sheen og allt þetta sem við erum að tala alltaf. Já. Þú veist, þau hef aldrei verið meiri stjörnur en akkurat þau kom með the comeback. Akkur fáum við aldrei svona á Íslandi? Akkur fáum við aldrei eitthvað svona breakdown á Íslandi? Er það ekki það sem var að gerast með Steinda núna í Mjólin? Já, hvað var það? Já, hann náttúrulega snappaði, hann Steindi. Hann höndlar ekki þess að fræð. Nei, en við óskum Reese Witherspoon alls besta. Og svo verða, ég nennilega ekki að segja frá þessu slúri. will.i.am, hann var eitthvað að verja Justin Bieber. Mikið verið að rakka Justin Bieber fyrir að rakka niður fyrir að segja hann vonaði að Anne Frank hafi verið að belieber. Já, akkurat. Hann fór hérna á heimili hennar en will.i.am sagði hér í viðtali hvað er fólk að rakka niður. Hann mætti þó allavega fór allavega heim til Anne Frank, hann var í Hollandi. Vitið hvað er hægt að gera í Hollandi? Kynlíf er löglettar með vændiskonum, eiturlyf eru lögleg og það er allir brjálæðir yfir að hann skildi fara þangað. Þetta er eitthvað, hann var eitthvað að verja hann. Já. Allt slúður hér í lokin. Þetta var slúðupakki dagsins, hvað varst hann? Finnst það bara flottur? Já, mér finnst hann góður, þó ég segi sjálfur frá. Hér er komið eitt gamalt og gott, þeir eru á leiðin til Íslands, þessir piltar. Ég Erpur Eyvindsson. Ég decaf sojalatte þambandi mussuklett feminista þurrkunda. Ung vinstri græn. Langar þig á tónleika með Beyoncé í boði Pepsi Max? Taktu þátt í skemmtilegum leik og þú gætir unnið draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Leikurinn er einfaldur. Innan á öllum Pepsi Max flöskum er lukkunúmer sem þú skráir inn í Beyoncé appið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Verslunar og þjónustuaðilar sýnið ábyrgð og stöðvið verðhækkanir. Það gagnast okkur öllum. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunar. Rafiðnaðarsamband Íslands. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleg heim úr vinnu. Segir svo bara að konuna ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðileg freisting. Gamli, góði vinur. Vantar þig ekki traustan félaga í ræktina? Hámark, hollur félagi. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909
Við erum stoltir stuðningsaðilar Andrésar Andarleikana, Atlantsolía, Akureyri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Já, þær eru rosalegar þessar Nissa auglýsingar. Temdu apa, hvað eru góðar? Þetta ekkert smá hræsandi, en þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag. Öllu og Bjölli, eins og við erum kallaðir. Já, mjög oft kallað það, fyrir við erum að rölda saman í bænum, Öllu og Bjölli. En áður við förum hér í Gettu Blö, sem nýliður, sem svona nett pubquiz á mér. Já. Þá ætla ég að spyrja, ertu góður að þykja hlæja? Býttu nú við. Svona... Sko, eins og áðan, ég ætla ekki að segja við hvernig ég var að tala, en ég þurfti að feik hlæja áðan. Já, einhver svona sem var að segja eitthvað sem að honum fannst gett fyndið. Já, mér fannst það ekki fyndið. Já. Og eina, sko, ég væri ekkert að ræða þetta, nema það böggaði mig svolítið að ég, sko, tók svo lélegan feiklátur. Hvernig var hann? Þessi fint, sko. Það? Já. Mér finnst þetta eitthvað svo daburð og ég gruna að manneskjan viti að ég var ekki að hlæja frá hjartanu. Já. Það var alveg skellilegt, þannig ég ætla, ertu góður í þessu að þykja að hlæja einhverju leiðilegu? Þetta var ekkert leiðilegt, þetta var bara ekkert fyndið. Nei, þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott, en það komið hér að Gettu Blö og þú ert, gáðaði maður, ekki satt? Erum við að fara í það núna? Já, það eru 5 spurningar og ég veit að, hlustendur á gaman að slíka, sjá hvað þið vitið hér í Gettu Blö. Nú hef ég aldrei hlustað á hana þátt áður, hvernig eru reglunar? Reglunar eru bara, þú færð stiga og svarar rétt. Ok. Það er ekki flóknar. En eru allir búin að fara í þetta? Já, ég er búin að taka, ég glemdi að láta Egil fara í þetta, en Hjöppi gerði þetta á 15 og stóð sér ágætlega. Hvað fekk hann mörg stig? Hann fekk 3 stig. Af 5? Já. En Sveppi? Sveppi fer í þetta á morgun með mér. Ok. Nei, ég er bara nýbyrjað með þetta. Er Pétur búinn? Nei, bara Hjöppi búinn. Ok. Ert þú tilbúinn? Já. Þetta eru 5 spurningar sem að svona eru bara allar hressandi. Þetta er ekkert voða flókið, sko. Má ég googla? Nei, hvað er rugglaður? Þá er fyrsta spurning. Jack Nicholson, leikarinn, á afmæli í dag. Hvað er hann gamall? Hver veit þetta? Ég veit það. Já, því þú varst að fletta yfir. Ok, þetta er mér svona hvað heldur að segja gamall. Þetta er fyrsta spurning. Hvað er Jack Nicholson gamall í dag? Ég ætla að segja að hann sé... Hann býtu... Hvað fyrir langar umhugsunum verðist? Já, bara að fara að guppa þessu út. Bara að svara, ætlar að segja það? Já. Hann er hérna... 75 ára. Hann var 75 ára í gær, 76 ára í dag. Come on! Ói, hvað snálægt þessum maður, ég var illa svektur yfir þú. Svo er það næsta spurning, hvað heitir heimavöllur Bayern München? Hann heitir hérna... Þetta er ekki bara, þú veist, Olympíuleikvangurinn í München. Nei, það er rangt. Allianz Arena. Já, ég ætlaði að fara að segja það. Ég var að byrja að segja það. Já, ekki að réttur þetta. Nei, en þú veist, ég hugsaði ekki nóg lengi, sko, það því að ég var að hugsa það eru hlustendur aðna og þeir nefnir ekki að hlusta á mig, vera að hugsa. Þannig ég svaraði bara svo strax. Þú vart að vera snöggur að svara. Hann heitir Allianz Arena, það eru 3 eftir. Úr hvaða bíómynd er þetta? Some birds are not meant to be caged. Their feathers are too bright. Þetta er úr Sjósang. Það er hárrétt í það, Björn Bragi. Ding, 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 fyrsta stíðið þitt. Sveittur núna yfir Allianz Arena, en því ég var ekki að hugsa. Já, ég held að þú mútti potið vita það. Og ég líka sveittur yfir Jack Nicholson. Mér finnst þess að ég hafi á 2 stangaskot í leiknum. Það hefur þú með 2 stangaskot og 1 mark. Já. Það eru 2 eftir. Hver söng It was all a dream, I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in a limousine. Og hvað lagir þetta? It was all a dream. Já. I used to read Word Up magazine, Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in a limousine. Ég veit það ekki. Biggie Smalls, The Light is Juicy. Ég held að þú væri með þetta á reynu. Þú varst að hlusta á eitthvað old school hip-hop í náðan. Já, okay. Þetta var það. Svo er það síðasta spurningin og þú ætti nú að vita þetta. Þetta er nú tengt Tottenham, við ákveðum að meina fyrir þig. Okay. Hvað munar mörgum stigum á Manchester United sem er í eftirsæti og Tottenham? Já, já, ok. Þetta er svo sérstaklega fyrir þig. Hérna, ég þarf aðeins að hugsa, sko. Hvað heldur það sem? Það er, sko... Þetta sé spurningið út með 1. Ég veit það, Tottenham er 61 stig. Já. Og United, hvað eru 5 leikir eftir? Já. Þeir gerðu jafntefli síðustum fyrir. Já. Þá er
er United með 4 leikir eftir. Það er 20 stig á mínútu. Það er hárrétt hjá Björn Bragi. Til hamingju, þú fékkst 2 stig eins og Hjöbbi. Þetta var FM 9, nei, þetta var ekkert FM 95 blöð, þetta var Gettu blöð. Ég er ekki ánæður. Ég vil fá rematch. Þú fær næsta málundag hér eftir örskamastund ætlum við að ringja til Úrúgvæ, sturlaða staðreyndir og netmistnótkunin sem að verður virkilega hressandi í dag. En fáum eitt gríðalega vinsælt lag hér á stöðinni. Ég er búinn að kalla hann Bruno Mottumas, Bruno Snickers. Það er mjög gott comedy. Bruno Twix er líka mjög gott. En hann heitir Bruno Mars. Lagið heitir When I Was Your Man. Þeir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og við erum nú búin að koma inn á í dag, Bjössi, að Luis Suárez, hann er mikið á milli tannanna fólki. Heldur betur. Þetta er stæðið sig. Mér finnst það mjög góður, en fólk er einmitt svolítið mikið því að svona búa til grín. Já, maður að sjá allt internetið og það er eiginlega bara ekkert annað rætt í dag heldur en Luis Suárez og fyrir ykkur sem áttu ykkur ekki á hvað gerist eða viti ekki hvað gerist í gera, þá var Liverpool að spila við Chelsea og hann beit eitt anstæðingin. Já, þeir voru eitthvað kljást í teiknum og hann beit hann í öxlin og þetta er ekki fyrsta skiptið heldur sem hann gerir þetta. Hann gerir þetta líka þegar hann var að spila í Hollandi. Það sem er bara mjög skrítið. Mjög undarlegt. Já, og ég veit ekki, hann hefur verið í einhverju brjálæðiskasti eða eitthvað. En við ætlum að hringja til Úrúgvæ og svona athuga hvort að þetta sé menningin á það. Já, hann er frá Úrúgvæ, þess að hann Luis Suárez. Og já, svona við þurfum að koma staði sko hvort þetta sé eitthvað í þeirra menningu eða... Já, bara er þetta eðlilegt í Úrúgvæ? Já, eða hvort að hann sé bara brjálaður. Já, mér finnst það nú líklegt sko. Já, en það er bara svo gaman að heyra þessi, svona taka púlsinn. Ég hef aldrei hringt til Úrúgvæ. Ekki heldur. Nei, segja koma á sig hérna, maður sjá. Hola, otra vez. Yes. Hola. Hola, otra vez. Yes, hello, do you speak English? No, poquito. Un poquito. Can we talk to someone who speaks English? No, en este momento no hay nadie. ¿Qué necesita? Hvað segir þau? ¿Reserva? Já. Hola. Ertu ekki bræður? ¿Dónde está Luis Suárez? Luis Suárez. Luis Suárez. A ver, un minuto. Nei. Ég har alltaf ná í hann, sko. Er það ekki? Sæði hann ekki, býta þess? Það er málega. Ég held að hann sé það, sko. No, aquí no hay ningún Luis Suárez. No Luis Suárez, no. Okay. He's probably out eating. Yeah, he went out for a bite. Okay. Gracias. Chao. Chao. Radio Montevideo, buenas tardes, habla Ned. Yes, hello. Hello, sir. Hello, madam, do you speak English? Yes, sir. Yes. This is in Uruguay, right? Yeah, right. Yeah. My name is Auðun. Yeah. And beside me is... I'm Bjorn El Oso. Sorry, sir? Yes, we are calling from Iceland to ask about the incident involving Luis Suárez. Okay, who do you want to talk with? Can we talk with you? Just for a little bit. Do you know who Luis Suárez is? He's a guest? He's a guest. Okay, just a moment, please. Huh? The last name is? No. His name is Luis Suárez. He's not a guest at your hotel. Okay. The footballer Luis Suárez, the Uruguayan footballer. Oh, yes, sir. Do you know who he is? Yeah, I know. Okay. Is it common in Uruguay that you bite each other? No, it's not. No? No. Did you see the incident yesterday where he bit a player in a football match? Yeah, I saw it on TV. Yes. What did you think about it? I don't know exactly what I think. I think it's not good that someone, a football player, act like that. No. Because it is not in our culture that we act like that. No, every day. It's not a common. No, act. that's why we're calling Uruguay and ask you if this is what happens there. Yeah. Have you ever been so angry that you have bitten somebody? Sorry? Have you ever been so angry that you bite somebody? Bitur nú við. Hún er ekki... Marketing, buenos días, habla Janina. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Sí. Muy bien. Do you speak English? Yes. Yes. You are in Uruguay, right? Yes. Yes. Have you ever bitten somebody? Excuse me? Did you see the incident yesterday involving Luis Suárez, the footballer?
Yes. Yes. What did you think about it? But what you need, because I'm with another client in another line. Yeah, okay. You want to speak with someone special? Not just you. Can you pass us on to someone who can talk to us about the Luis Suarez incident? Yes, but you contact a hotel. Yes, yes, we know. Okay. We wanted to check at the hotel what the hotel thinks about the incident. Okay, just a minute, please. Okay. Thank you. Þau ekki mikið að býta hvort annars, sko. Nei, maður gæti alveg sagt það. Ég ekki viss. Ég bjóst þá sem ekkert við því að fólk væri bara í þessu júra, hvað, býta hvort annað. Ég held hún eyrði bara, ég akkurat að klára einn handlegg hérna að býta þess. Ég var að býta einn gestin hérna. Var ekki hérna myndin Alive? Þau voru ekki þar hérna á þessum slóðum, þau áttuðu allir hvort annað þannig í vélinni. Það var, ég veit, voru allir frá Úrúgvæ þeirri vél? Nei, voru einhvers þarna frá Suður-Ameríku. Þú veist. Þau eru múin að skella á okkur það? Það kemur ekki óvart. Nei. I don't blame her. Nei, en allavega þá við erum búin að komast að því við Bjössi hérna að þetta nú ekkert algengt í Úrúgvæ og hún, sem að tala við okkur fyrst, hún hálf skammaði sín fyrir Suarez. Já. Og sagði að svona þetta ekki hjá okkur, this is not our culture. Já, hún virtist ekki vera ánægð með sko að hann væri að haga sér svona sem Úrúgvæ sko. Akkurat. En það lítur okkar niðurst að vera að það gott fólk í Úrúgvæ. Yes, hello? Yes, could you try again? Let me see, just a minute. Við verðum ekki að bóka bara hótelana. Mér heyrst það var mjög bara kammo og gott hótel. Já. Yes, hello. Yes, could you try to call in some minutes because we cannot give you that information. It's okay. It's no problem. Just you know, in the end, have you ever bitten somebody? Excuse me? Have you ever bitten somebody? You know. What do you mean? To bite. To bite someone? Person. To pay. Have you ever bitten a person? I don't understand what you're asking me. No, okay. It's no problem. Love you. Thank you. Okay. Okay, bye-bye. Þessi var enda greinilega búin að býta einhvern sko. Ég veit ekkert hvort að tala um. Hún vildi ekki ræða þetta en... Hún var undan í flæmingi. Þetta var Úrúgvæ hér í FM 95 Blö og við sendum bara hverju þanga. 957 kynnir í samstarfið við Túborg og N1. Keflavík Music Festival. Stærsta tónlistarhátíð ársins verður haldin öðru sinni dagana 5. Ég Erpur Eyvindsson. Ég decaf sojalatte þambandi mussukledd feminista þurrkunda. Ung vinstri græn. Dominos kynnir. Mér dreymir oft fáránlega drauma. Á miðjum akrinum eru hvítir menn að slátra fjölskyldu minni. Falskur fugl. Komin í bíó. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirleitt upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Úrslita einvíð í Dominos-deild karla í körfubolta í beinni á Stöð 2 Sport. Brjáluð stemming og allt lagt undir. Hverjir standa uppi sem Íslandsmeistarar? Grindavík Stjarnan í kvöld klukkan 19. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það réttir að lista hér á Auður Blöndal og Björn Braga. Það styttist í netmistnótkunna og fleira. En það er komið af mínum uppáhaldslið í þessum þætti. Veistu hvað það er, Björsi? Sturla staðreyndir. Það er hárrétt þér. Og já, ég er með fínar sturla staðreyndir. Er það ekki? Jó, ég er með góður þetta sko. Ég er að lesa hérna, ég er inn á vísi.is. Auglýsing ungra framsóknarmanna tekin á birtingu. Hann er unglegu drengurinn sem er formaður SUF. SUF, erstu maður að sjá þetta eða? Já, ég sá þessu auglýsingu. Já, ég er... Hvað ætlar að segja um þetta? ég er ekkert hissað að ég að taka þetta úr birtingu. Nei, það er ekki flottast auglýsing sem ég séð. Nei, en það skiptir ekki öllu máli. Það er komið að sturluðum staðreyndum og ég er með 10. Ég er handi ykkur kæru hlustendur og já, hefst þá lesturinn. Já. Pöddur reikna og nota starffræði.
pöttur eina. Þetta sturglu staðreynd. Ég veit ekki hvernig ósköpunum menn komast að því. Nei. Þú veist hvað, sjá þær út í hotni hvað verið að telja. Ég næs ekki, en allavega þá starffræði á pöttum. Sturglu staðreynd. Sturglað. Já, svo hér ein sem að mér fannst virkilega áhugaverð. Usain Bolt, sem hraðasti maður heims, hann var með annan skóinn óreimaðan þegar hann setti heimsmetið á Ólympíuleikunum í Kína 2008. Af hverju? Óvart. Vá. Já. Þannig að hann setti heimsmet með óreimaðan skó. Mér finnst það mjög athyglisvert. Já, mér finnst það svolítið svalt. Já, hann grjótharður maður, ég fíla hann. En mér líður mjög illa að ég ekki með reimaðan skóna mína, hvað þá að hlaupa. Já, hvað það að maður reyna að slá heimsmet? Já, menn það virtist ekki... það virtist ekki trufla boltarann. Nei. Þá það næsta, það tekur... Já, þetta var líka skemmtilegt. Það tekur 6 mánuði að gera Rolls Royce. Það tekur 13 klukkutíma að gera Toyota. Aðeins neggri að hendi hérna Corolla eða eitthvað. Já, en nú á ég átti Toyota, Corolla. Já, og átti líka Rolls Royce, eða ekki? Já, líka Rolls Royce. Já. Og ég verði að segja að Toyotan hefur reynst mér betur. Já, það er 50 ára ábyrgð á Rolls Royce, þannig ef hann bilar, þá þarf það ekki að borga fyrir viðgerð. Toyotan bilar aldrei. Nei, þú átti Toyota, ekki? Átti. Þú áttir Toyota. Já, það er ágætis bílar. Svo það hér næsta. Bonobo apar, sem eru sagðir líkastir okkur fólkinu. Já. Þeir eru tvíkynniðir. Já. En þú veist, þeir ekki bara eitthvað svona vesenast í einhverjum möpum? Eitthvað svona tósítitling og eitthvað svona, sko? Ekkert eitthvað endilega tvíkynniðir? Já, þeir eru bara til í allt. Þessir Bonobo apar. Eins og Friðrik Dór. Já, ekki það Friðrik Dór sé tvíkynniður, heldur samtan lag. Hann Bonobo. Já, hann söng lag sem heitir Til í allt. Það gott að þú útskýrir þetta fyrir hlustendum, takk. Hann sé ekki tvíkynniður, ekki svo ég veit allavega, veistu það? Nei, mér finnst svolítið leiðilegt að þér finnst eitthvað að því að vera tvíkynniður. Mér finnst bara ekkert að því. Jú, þetta er eitthvað gett að taka fram að hann sé ekki tvíkynniður eins og sé eitthvað slæmt. Nei, mér finnst það bara töff. Er ekki vingun okkar, Marja Birta, er hún ekki tvíkynnið? Er hún ekki pansexual? Hvað er það? Það var einhver grein að hún væri pansexual. Já, hún elskar sálir eða eitthvað svona. Nei, þú veist, þá vill hún vera með öllum, eða skilur hún pælir ekki í kyninu, sko. Já, nákvæmlega. En maður hefði haldið að hún, þyrfti að spila panflötu. Herru, við skulum halda áfram. Já, hann að skemmt helgar þessi. Við viljum að fá hérna kærustu pör sem kúra mikið og hlusta saman á tónlist endast lengur. Já. Þannig að, ertu kúrari, Bjössi? Ég algjörð kúrudýr. Ég elskar kúra. Já, þetta er svo mikið kúrudýr. Reyndar, þekki ekki það að hlusta á tónlist saman. Leikið einhvern veginn að setja þið saman. Hlusta á tónlist? Hlusta á tónlist. Það er ekki algengt til mér allavega. Nei, ég veit ekki alveg. Nei, svo það næsta. 30, þetta fannst mér áhugaverð líka. 30% kvenna myndu frekar gefa upp karlmenn heldur en súkkulaði. Já, við erum alltaf með eitthvað svona móla að fólk þurfi ekki kynlíf eða þurfi ekki að vera eitthvað maka heldur þurfi það bara að fá snickers og eitthvað svona. Það er alltaf verið að gera svona rannsóknir. Ég verði að lýsa yfir áhyggjum mínum af þessum... Já, samt mér er þetta svolítið hátala. 30% myndu frekar vilja, bara engan kallmann heldur en að hætta að borða súkkulaði. Þetta eru bara konur sem hafa gefið með svona kúrudýri. Já, eða eru að borða eitthvað geggja gott súkkulaði, það er nokkuð ljóst. Ég reyndar að veri... Ég get alveg hægt að borða súkkulaði, þetta væri mjög nervið að væri aldrei að borða pizza aftur til dæmis. Já. Það væri erfitt fyrir mig. Ef þú verður að velja núna, aldrei að borða pizza aftur eða aldrei að drekka bjór aftur, hvað myndir þú velja? Ég veit ekki. Þetta er erfið spurning. Já. Ég get alveg sleppt báður, sko. Aha. Já. Ég get ekki sleppt pizza. Ég er svo rosalega aga. Ég myndi sleppa bjórn. Já. Ég myndi bara alltaf að fá mér einn einfaldan GOT eða eitthvað. Já, þú ert líka farin að drekka eða bara stertið, ekki? Já, ég er komin yfir í mun sterkara. Var þetta ekki 3 daga helgi þar? Nei, það var ekki svo slæmt, en það var laugardagur. En þú gerður eitthvað. Og hvað meina? Ekkert meina. Kíkti amma líka erindar. Varstu ekki eitthvað að drekka líka? Nei, ég var rólegur. Þú var ekki? Ég var rólegur. Það neituðu... Tengingu ekki? Nei, ég var engin tenging. Það neituðu 14 bókarútgefundur Twilight. Sér það? Nei. Það neituðu 14 bókarútgefundur Twilight. Hvað drakstu mikið í gær? Ég drakk svona 3 breyki. Það var sunnudagur, Auðun. Já, Pétur Jóhann á stammali, hvað ætti ég að gera? Hann bauði mér út að borða. Herðu, svo það næsta... Djúðlettu leðilur, ég reyna að fara yfir sturlaða staðarindir og bara tala um...
Nei, við ætlum að fara yfir það. Drykkjuhefðir mínar. Já, ég ætla bara að segja eina línu úr hérna lagið með Bubba Mortens. Frelsi að geta sagt, mig langar ekkert í. Veist, þegar vinnin að bjóða þér svona, mig langar í. Þá frelsi að geta sagt, heyrðu, ég þarf ekki svona, ég get skemmt mér án áfengis. Mér langaði því. Þú ert allt of efnilegur til þess að vera... Að fá mér drykki með matnum mínum. Já, þú veist, alla daga. Þegiðu, svo blautur sjálfur maður. Fullur allar helgar. Herðu, það næsta. Tom og Jenny fyrirfara sér báðir í síðasta þættinum á Tom og Jenna. Er það? Já, sturlu starrend. Ég þarf að sjá þennan þátt. Það er ekki verið að full út í mig. Mér þykir væntu þið, sko. Já, ég fulllegur úr þetta eiginlega sturlaða staðrendir. Það er eina sem ég pyrraður yfir. Ok, við skulum taka sérinn, komið að ræða drikkjuna hérna. Við skulum klára sturlaða staðrendir núna. Það er bara einn eftir. Það tekur letidýr 42 tíma að stunda kynlíf. Sturlu staðrend. Var þess ekki daginn? Það? Hver er letidýr núna, segi ég? Nei, það var með höggorma, eða hvað sem heitir hérna. Það tekur þá 20 tíma. Ekki setja lag á. FM 957 á besta útvarpsþáttinn sem í gangi í íslensku útvarpi í dag. FM 95 Blö í umsjón hins ástsæla fjölmiðlamanns Auðuns Blöndal. Já, drikkjurhúturinn Auðun Blöndal og spilarleikinn Björn Bragi með ykkur. Alls ekki drikkjurhútur, þetta er flottur strákur, frábær fyrirmynd fyrir ungt fólk og góðu drengur í alla staði. Og hann á allt gott skilið og ef ég var að gefa eitthvað í skín á þann að hann væri að drekka mikið, þá var það bara glórulaust af mér og ég byrst afsökunar. Það styttist í að við heyrum í Aroni Einari sem er fyrirlið íslenska landsliðsins í fótbolta. Hann á afmæli í dag og sendum við shoutout, afmæliskveður. Við ætlum að heyra í honum hér á eftir. Hann er líka búinn að tryggja sig, þeir eru að tryggja sér fyrsta sætið helgina í Championship. Þeir eru að spila í úrvalsdeild. Já, og hann er grjótharður United maður. Hann er alltaf að twitta eitthvað United og eitthvað. Það verður nú skrítið fyrir hann að spila á móti upp á hliðinu sínu. Já, nákvæmlega. Það er eitthvað sem við fáum ekki að upplifa. Nei, mjög líklega ekki. Við erum reyndar að spila mjög vel í boltanum núna, sunnudagsboltanum, mánudagsboltanum. Þannig að spurninga ef það verður einhverju njósnarar. Já, reyndar, hvað er maður samt, við erum á svo gamlir, eða ég. Já, ég reyndar á besta aldri ennþá. Þú átti ennþá smá séns, sko. Ég reyndar að missa boltanum í kvöld, því ég ætla að horfa á United. Það er fáránlega ákvörðun hjá þér. Ég get ekki, við getum orðið meistarar við vinnum. En þú getur orðið meistari í mánudagsbumbuboltanum. Reyndar, ég er í séns, en það verður að hafa það. Við erum líka verið í netmisnotkuna hér eftir örskama stund. Já, hún verður skemmtileg. Já, þetta er búið að vekja mikla athygli og hún er svo sem ekki fræg manneskjan. Ekki ennþá. Nei, en þú varst nú að segja mig það, hún er söngkona, eða ekki? Jú. Hún allavega, hún þekkir fræga fólkið, orðuna þannig. Förum í það hér á eftir. En elsti maður heims á afmæli í dag er 116 ára. Ég vil líka óska honum til hamingju. Nei, það er ekki Auðun Blöndal, það er einhver Japani. Herru, og hérna náttúrulega... Finnst þér svona gaman? Nei, ég er að djóka. Jack Nicholson á líka afmæli. Já, hann er 76. Og fótboltamaðurinn Kaka á líka afmæli. Á Kaka afmæli það? Já. Hvað er hann gamall? Afmælis Kaka. Herðu, fáum hér Kerry Hilson og... hver er þetta með henni? Neyjó eða ekki? Svo er það netmisnotkunin og símtali fyrirlega íslenska landsliðsins í fótbolta. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljarbarinn Faxafinni. Af trúalegum ástæðum þá tek ég brakandi stökkt og ilmandi beikonið af hlöllabeikonbátnum mínum. Það þýðir þó ekki að þú þurfur að gera slíkt hið sama. Hlöllabátar, sérsniðin skyndibiti að þínum þörfum. 10 gigabæt á stærsta 3G-neti landsins fyrir 500 krónur á mánuði. Tala. Svona á samband að vera. Hlökkum til að sjá ykkur á Andrésar Andarleikunum. Atlantsolía, Akureyri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957, FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið er að hlusta hér á FM 95 Blö þennan mánudaginn 20. og 2. apríl og það er komið að netmisnotkuninni hér hjá okkur Bjössa sem er fastur liður á mánudagum og við ætlum bæði að fara yfir Facebooki aðeins, svona kíkja á gamla góða félag okkar og svo erum við með
Já, bara stórkostlega, þetta eiginlega bara grein, eða ekki? Jú, ef við ekki að byrja á Facebook og fara svo í greinina sem svona aðalefni dagsins. Já, sem þarna fræga fólki vinir okkar. Já, ég fór, það náttúrulega stóra fréttir sem við vorum bara með hér í beinni útsendingu á, föstudaginn við Egill, að Brian Ecclepen, Brynjar Már, hann giftur maður. Já, þetta var í beinni útsendingu á föstudaginn. Já, við fylgjumst vel með þessu og ef maður fer inn á Facebooki á honum, þá falleg mynd af þeim hjónum. Við erum að kissast þarna í einhverjum skógi. Já. Og Brynjar Már Ecclepen, hann nú reynda komin með nafnið áður, sko. Já. Þannig að það Já, þau eru búin að gifta sig. Já, þau giftu sig bara núna á föstudaginn, sko. Þetta fljótt að gerast. Já. Og hann líka, sko, hann byrjar að vinna mjög mikið með eiginkonuna núna, sko. Maður var ekkert lítið yndislega konu. Þetta var eftirrétturinn í morgun, eftir aðalrétt í rúminu, broskall við Anna Kristínu Ecclepen. Yttir nú þess. Er það matur eða kynlíf? Ég veit það ekki, ef ég var alveg hinskilin. Okay. En þetta er nú enda girnilegt, þannig að hún kunna elda. Já. Og þetta er ís og pönnukökur. Ég fæ mér aldrei breakfast in bed. Veist þú eitthvað í því, Nei, búið lítið, sko, ég er svolítið lítið fyrir eitthvað milsnu í rúmið, sko. Já, ég sammála því. Ég vil bara, þú veist, borða fyrir svona sjónvarpið. Það náttúrulega allir bara, það allir óskaðið til hamingju þarna. Þannig að það eiginlega ekkert að gerast þarna, sko. Skrifa þú nú á veggina, sé það, bara... Til hamingju? Til hamingju frá öllum í FM 95 blöð. Og ég gera það, ok. Kíktu á Óla gera á meðan. Já, það náttúrulega sko, algjör plögg veisla í gangi þar. Já, en svo alltaf... Þetta meila bara að láta hann fara rukkan fyrir að vera að fara yfir Facebooki þess að þetta eru bara auglýsingar, sko. Já, fyrir þetta Keflavík Music Festival. Hérna er reyndar eitt nýtt, frá því bara í morgun. Ég þarf 100 like í morgunsárið, lágmark. Veistu af hverju? Það var eftir að tilkynna 4 erlend rísa tónlistarættir á Keflavík Music Festival og ég ætla að tilkynna þau öll í vikunni. Margir héldu að þetta væri bara komið, en nei, rétt að byrja. Nældu í miða strax því að verði ekki endalausi miðar í boði. Það mun vera uppselt með auðvitað í miðasalina núna. Það er nóg artistum að leiða til landsins. Það kemur þetta mjög gott komment hérna, fyrsta komment frá einhverjum heimi sem að segir þannig að ef við lækum ekki, þá fáum við bara ekkert að vita á hvaða tónleika við erum að fara. Og ég tek undir með heimi. Já, en þá eigum við ekki bara að vinda okkur beint inn í hérna önnu klassen. Jú, hérna þetta... sem sagt, var uppbytun atriðið. Já, ég held þetta væri nýtt, að þetta er frá því fyrra. Já, þetta er grein af pressun, er það ekki? Jú, pressan.is. Frá því fyrra ári, en ástæðan fyrir að taka þetta núna er að því að það svona fór ekkert sérstaklega mikið fyrir þessu þá, en núna eru allir að deila þessu. Já, þetta er komið út allt, ég sá þetta allavega á nokkrum veggjum. Já, sko, hvað var að segja þessa grein? Þetta er, sko, hún heitir Anna Klassen, þetta er stelpa sem þú þekkir, þegar? Ég þekki þessa stelpu, við vorum saman í bekk. Voruð saman í bekk, ok. Já, þekki hana vel. Já, og það stendur hér fræga fólkið vinir okkar. Já, það er kannski best að lesa bara þessa frétt. En hérna, hún býr sem sagt, eða allavega bjóð þarna, ég held hún búið þarna þá, í Los Angeles, eða allavega þarna í Kaliforníu. Já. Og er svona að vinna svolítið innan sko fræga fólkið. Ég veit ekki nákvæmlega hvað hún er að gera. Hún er eitthvað að vissanast í tónlist, veit ég. Ok. Og ég held hún sé aðalega að því að syngja það nú því. En greinin heitir Fræga fólkið vinur okkar. Og hefst nú lesturinn. Má ég kynna vin minn Steve? Spyr vinur okkar. Og kynnir okkur fyrir engum öðrum en Steve O. Ég og kærasti minn heilsum honum í sjokki. En það bjuggust ekki við að hitta sjálfan Steve O fyrir sýningu. Þetta var svipað þegar vinkona mín kynnti mig fyrir Gerard Butler, eins og ekkert væri. Þessi vini mínir hafa búið í Hollywood það lengi að fræga fólkið er orðið venjulegt í þeirra augum. Fræga fólkið er virkilega vinir þeirra. Ég lendi í svipuðum daginn. Við fórum í People's Choice Awards eftirpartí, þar sem stærstu stjörnunar voru Brian McKnight, Mario Lopez, leikarinn úr Blindside og Ronny úr Jersey Shore. Og ég var freka vonsvikinn. Fannst ég vera í D-list partíi. Kannski því ég gætt hitt fleiri stjörnur þar sem ég bý. Ég hef tvisvar séð Marlon Wayans úr myndunum Don't Be a Menace og White Chicks ganga niður götuna mína. Mishu Barton og Stellan Skarsgård sátu á næsta borði á veitingastað sem ég fór á. Ég hef búið í Hollywood síðan í september á síðasta ári og ég hef séð 40 stjörnur. Þar á meðal, svo kemur smá uppverð, ég ætla ekki að lesa úr hverju allir eru, sko, ég ætla bara að lesa nefnum. Ég hef séð 40 stjörnur.
Þar á meðal Jim Parsons, Gerard Butler, strákan úr Jackass, Taylor Lautner, Ellen, Jack Black, John Voight, Jimmy Kimmel, Trey Parker og Matt Stone, Jessica Chapshaw, Gilles Marini, Mena Suvari, Colin Egglesfield, Jason Sudeikis, Christopher Masterson, Gene Simmons, Matt Sorum, Derek Sharinian, Siggy Marley, Adrian Young, The Bangles, Doug Shepard, Whitney Cummings og leikararnir í þættinum Whitney, Brian McKnight, Mario Lopez, aðalleikarinn úr Blindside, Ronnie, Missy Barton, Stellan Skarsgård, Norman Reedus, hljómsveitina The Aristocrats, Derek Wright, Steve Morse, Carmine Appice, Vinnie Appice, Paul Gilbert, Paul McCartney, Neil Young og Reese Witherspoon. Það var gaman að sjá þau, en þetta alveg svo að sjá þau í sjónvarpinu. Þú heilsar þeim, færið einhundra áratun, tekur myndið að sér þau og hugsar cool. En annars þetta fólk svo venjulegt. Það líka ekki eins og þú sért að kynnast fólkinu, þau mun ekki mun eftir þér. Sama má segja þegar frumsýningar eru haldnar í Grauman's leikhúsinu á Hollywood Boulevard. Við sjáum rétt svo glitra í fólkið, annars bara trilljón ljósmyndara, ljóskastara, limmúsínur og rauðan dreigil. Maður myndi sjá meira með að horfa á í sjónvarpsstöðina. Svo þrátt fyrir að Óskarsverðlaunin verði haldin í götunni fyrir neðan, mun ég frekar horfa á þau í sjónvarpinu líkt og þið. Ég vil sjá hátíðin og skemmtiatriðin, ekki berjast við að sjá fólk á rauðadreglunum og segja hæ. Því þetta fræga fólk, jú, er í sjónvarpinu, en þau eru svo venjuleg. Þau getur þess vegna verið vinir ykkar. Allavega hér í Hollywood. Já, þá var þetta komið. Hérna, ég var að spá, hún var hann að nefna eitthvað svona, telja upp eitthvað frægt fólk í þessari greina. Aðeins er að neymdropa. Ég er þetta þekkt ekki helmikinn af þessu fræga fólki sem hún hefur hitt. Nei, ekki ég. Ég tel mér nokkur naskan, sko. Hérna, þú veist, þetta er líka, sko, eitthvað, hérna, Derek Sharinian, píanoleikari Dream Theater, Adrian Young, trommarinn í No Doubt. The Aristocrats, ég hef aldrei hirt þessa hljómsveit. Já. Já, og náttúrulega svo hitt hún Vinnie Appice. Já, grjótart. Paul Gilbert, gítarleikari Mr. Big. Ég næs ekki. Þetta er skemmtileg grein og... Já, það er gaman að þessu. Og já, þú þekkir þessa stelpu. Já, þetta er frábær stelpa og hérna, eins og ég sagði, hún er að gefa tónlist. Já. Og það er hægt að heyra lög með henni til dæmis á YouTube. Hvað heitir þetta lag? Hvað heitir vinsalasti slagurinn hennar? Uppáhaldslægi mitt með henni er lagi Blonde in Disguise. Blonde in Disguise, alveg. Það sem við vorum að horfa á hann. Já, ég hvet fólk til að tjekka því. Það er mjög skemmtilegt lag. Og hérna, það er endara svolítið gamalt. Hún er búin að gera eitthvað nýtt síðan þá. Þetta er hún Anna Klassen. Anna Klassen og, já, við þökkum henni fyrir þennan skemmtilega pistil. Það er, já, þetta er bara hressandi, einhvern veginn. Við skulum fá hér Rúti Mental. Við vorum að tala Óla Geir áðan. Þessar á leiðin til lands. Þetta er Rúti Mental hér með Feel the Love. Styttist ég að við heyrum í Aroni Einari sem er fyrirlið íslenska landsliðsins í fótbolta, kalla landsliðsins. Hann á einmitt afmæli í dag og er nýbúinn að tryggja sér og liði sínu þáttöku í efstu deild í Englandi. Þannig að við viljum að ræða hans við hann í rættir, veist það. Ég er eiginlega að byrja að vorkenna Suárez. Núna. Luis Suárez? Já, ég var að segja að mynda hann með hann er að labba í Liverpool, svona grárri hettupeysu og er voðalega down. Ég er svona, öllu ganni sleppti, ég finn pínu til með honum. Að þú sást hann í einhverju grárri hettupeysu? Já, einhvern veginn sá hann er eitthvað lítill í sér á þessari mynd og það er allir að gera grín á honum. En seðlar þurrka tárin? Það er reyndar. Hann getur farið upp í flotta bjæði, vorkinn hún ekki lengur. Nei. Hann er fullt af pening. En já, áður við heyrum í Aroni, fylgist þú með Championship-deildinni, Björnsson? Já, svona bara... Þú horfum mikið á fótbolta? Passlega, svona held ég eins og bara aðrir áhuga mennum ennska boltan. Já, maður svona fylgist með var Íslendingar. Já. Eins og Aron og náttúrulega Heiðar með honum að til liðinu. Fylgist þar úrslitum þar, sko. Já, veistu hver er að fara upp líka? Er ekki Hull? Já, það ekki. Þessi tryggja sér aðna með þeim. Já. Hvað eru fleiri Íslandingar í þessari deild heldur en Aron og... Hérna Björn Bergmann er í Wolves. Alveg rétt. Og byrju, eru fleiri? Veit það ekki.
Þetta er ekki með upplýst umræði hjá okkur. Nei, hún er ekki nógu öflug. En við skulum bara spyrja Aron að því. Við ætlum að fara í örstuð skilabóð. Svo ringjum við þennan meistara. Saman getum við aukið frelsi einstaklingsins til athafna, virkjað hugvit og stuðlað að fjölbreyttu atvinnulífi. Dögun xt.is. Hæ, ég heiti Vilborg Pólfari. Það er gott að láta sér dagdrama. Þegar maður er að dagdrama, þá er maður alltaf að ná markmiðunum sínum og maður er alltaf sigurvegari í sínum eigin draumum. Það er svalt að setja sér markmið. Íslandsbanki býður þér á fyrirlestur með Vilborgu Pólfara í Háskólabíói í dag klukkan 18. Skráning á íslandsbanki.is. Sjáumst! Launamiði Happaþrennunar gæti gefið þér 100.000 krónur á mánuði í 15 ár. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Ég endurtek í 15 ár. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. 350 ný hjúkrunarrými, Samfylkingin. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Nýjasta Mirrors. Flott lag. Mánudagur í dag og það er ungur maður sem á afmæli. Hann heitir Aron Einar Gunnarsson og er fyrirlið íslenska landsliðsins í fótbolta. Ertu þarna? Já, ég er. Herruðu, ég ætla bara að byrja því að óska til hamingju með daginn. Já, það er kærlega fyrir það. Til hammo með ammó. Já, akkurat. Takk kærlega. Er haldið upp á það í Cardiff? Já, það maður ekki að gera það. Þeir haldi ekki upp á ammæli í Wales, veitir. Hvað segirðu? Nei, það er endar... Það tíðkast ekki. Nei, það er eina sem er skrýtnað við Wales. Þeir haldi ekki upp á ammæli. En hvað er kallinn orðinn gamall? Ég er orðinn 24 ára. 24 ára? Maður er ekkert að yngja sko. Nei. Ég myndi að hvernig veit að líður með þér. 33 í sumar endar, það er ekki komið að því. En svo voruð þið náttúrulega að vinna deildina líka. Var það ekki helgina sem tryggðu það? Jó, það er eintóm hammingja og menn eru bara, virkilega náttúrulega sáttir með að vera búnir að þessu og það er engin pressa í síðustu tömmuleikjunum og þetta var virkilega sætt og náttúrulega búin að vera minn draumur náttúrulega að spila í úrvalsdeildinni þá ég byrjaði í þessu. Þannig að þetta er svona, draumur að veruleika, þannig að ég get ekki beðið eftir að spila í deildara bestu á næst tímabili. Já, en þú ert grjótharður United maður, eða ekki? Jó, ég virkilega harður stuðningsmaður United, þannig ég það kannski að hætta að tweeta Manchester. Já, ég ætlaði að segja, þú hefur verið duglegurinn á Twitter að rakka niður önnu lið heldur en United. Já, akkurat, þetta gæti komið tilbaka í bakið á mig núna næst tímabili, maður veit ekki hvort að einhver fer að grafa upp einhver tweet, kannski maður færi bara að dílita því. Hefur þið spilað við þá áður? Ég hef ekki spilað með þetta, en ég spilað við náttúrulega nokkur af þessu stóru liðum. En hvernig heldur að tilfinningin verið þá fyrir þig að fara inn á Old Trafford næsta vetur? Sem leikmaður? Já, sem leikmaður. Ég veit það ekki. Ég á einhvern veginn mjög öll með að fókusera inn á leiki og svona, þannig að ég veit ekki, það á eftir að vera með skrítið, sko, ég veit ekki það, ég náttúrulega hef farið hana sem áhorfandi og náttúrulega dýrka náttúrulega klubbinn og allt það, en það er svona á eftir að kúpla sig úr því og vera sem atvinnumaður í fótbolta held ég. Svo eftir leikin á spjallar maður kannski við þessa kalla. Já, ég var svona ruglaður ef ég var að spila United. Ég gæti ekki einbeitt mér að leiknum. Ég var bara að tala um alla, herrðu, fæ ég treyjuna þennu eftir? Þú myndir taka svo þarna Arsenal-písin hann sem fekk treyjuna í hálfleik. Já, það var mjög vinsælt. Já, fekk treyjuna á pörn. Það gæti verið að ég geri það bara, líka. Er búið að vera mikið hátíðarhöld eftir að þið treyðu þetta? Já, náttúrulega öll borgin og bara Wales er það er allt brjála og menn eru virkilega náttúrulega sátti með þetta. Cardiff hefur aldrei verið í eftir deild árið, það? Já, ég held
að þeir hafi verið í eftirdeildinni fyrir 51 ári. Já, ok. Þannig að það búið að vera löng bið og þá var Ötti jafngamall og þú. Það ég man eftir þessu. Já, akkurat. Nei, það búið að vera mikið löng bið eftir að liðið kemist upp og náttúrulega eins og þetta búið að vera síðustu 4 ári búið að vera Cardiff liðið sem dettur alltaf út í play-offs og alltaf svona nálægt í að komast upp og það er alltaf bara virkilega sætt fyrir áhörundina að hafa séð þetta gerast núna á þriðjudaginn í síðustu viku og náttúrulega var allt brjálað hlupallir inn á völlinn og var náttúrulega gaman að vera partur af því og maður þarf að njóta þess að upplifa þetta. Já, ég trúi því. En hvernig, nú leikmaður sem að spila með þér í Cardiff sem heitir Bellamy, Greg Bellamy. Já. Hann hefur nú verið talin svona hálf tæpur í skapinu, kannski ekki eins og Luis Suárez, en hvernig náinn ger það? Hann ekkert að berja menn með golfkilvum hann? Nei, hann búinn að róast síðan þá, hann reynda að sagði mér þessa sögu og ég náttúrulega, þetta er frábær saga til þess að segja, sko, en hann hefur róast aðeins og þetta er bara topp atvinnumaðurinn, hann vill hafa allt í kringum sig mjög professional og hafa menn á tánum, ég held að það hafi líka hjálpað okkur á tímabilinu, hann lætur menn heyra og þegar þess starf og ég held að bara við höfum þurft þess á þessu tímabili, þetta er náttúrulega langt á stán tímabil og menn geta kannski hægt að einbetta sér í smá stund og þá er maður kannski búinn að tapa tveimurleikjum og þá rönni búið og þannig að ég bara frábært að spila með þessu manni. En hvað finnst þér persónulega þetta Luis Suárez mál? Sástu þetta í gær? Já, ég sá þetta í gær. Ég skil ekki hvað hann að gera. Ég bara, þú býtur ekki anstæðingin. Það er bara hann. Ég veit ekki hvað fór í gegnum hausunum þegar hann ætlaði að fara að býta hann. Hefur aldrei bitið neitt á vellinum? Eða svona langað að gera það? Nei, jú, maður langað að gera það, en maður gerir þetta ekki. Maður kannski krýpur og er svona nafti, en þú veist ekki að fara að býta eitthvað. Nei, einmitt. En þegar mennið því, ert að klýpa menn í hófnum og svona? Já, svona, það er skilt líka, þeir gera líka á móti þegar þeir eru á hótt, þannig að, jú, auðvitað er maður að reyna að pyrra anstæðingin og vera svolítið dörti, en það er bara partur af því. Er það svona eins og í handboltanum, ertu alveg að fara upp í raskatið og eitthvað svona klíp í pung og svona lætið? Já, menn er í því, menn er að stunda þetta. Menn er í því. Þetta er ræðsandi, en hvað er eitthvað svona leikmaður sem þið hlakka meira en annar til að kljást við á næsta ári? Er eitthvað svona spenntastu fyrir? Ég veit ekki, ég náttúrulega bara, eins og ég sagði á hann, ég hlakka mikið að spila á Old Trafford náttúrulega, en ég hef ekkert eitthvað pælt í hvernig, ég hlakka til að spila mest á móti, sko, en ég eftir að vera, þetta er náttúrulega eftir að vera erfið leiki, við vitum það, en vonandi nær Cardiff að styrkja sig eitthvað fyrir þetta tímabila, því að við ætlum að fyrir þess og... Hvað finnst þér svona helst vanta hjá Cardiff? Það er með ekki kaupa eitthvað sem er betri en þú samt, í þína stöðu. Nei, það er vesen, sko, það er vesen. Það neyða hann. Og býtur hann. Býtan. Hvað finnst þér svona að þið mættu styrkja ykkur? Já, ég held að það sé bara... Ég veit ekki, finnst við gætum styrt okkur bara eiginlega allstaðar. Vörnin, miðjan og sóknin líka, hann náttúrulega vill hafa breiðan og þettan hóp. Þannig að hann er búin að gefa það út eigandinn að bossinn Marki, hann fær 25 milljónir punda til þess að vesla sumar. Þannig að maður veit að einhverju eftir að vera keyptir en þeir þurfa að vera góði leikmenn því að það eru náttúrulega góði leikmenn fyrir hjá klubnum og þannig að þetta kemur bara í ljós og bara gaman og spennandi að sjá hvað gerist. Já, þetta er glæslegt og við óskuðum til að hamingju, bæði með afmælið og að sjálfsögðu að hafa unnið deildina helgina, Aron. Takk ekki alveg fyrir það. Hafðu það sem allra best í dag og borðaðu bara allt sem þið langar í. Já. Njóttu dagsins. Njóttu dagsins í bótt. Það er bara ekki borðið Ivanovic. Nei, hörru við heyrið þér. Takk fyrir þetta, Kalli. Ok, bye. Þetta var landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson sem er 24 ára í dag. Við glemdum að segja brandarinn með Kaka. Já, afmæliskaka. Hann á líka afmæli og svo hver? Jack Nicholson eða ekki? Já, en þú veist að því hann heiti Kaka, fótboltamaðurinn, og hann á afmæli, skilurðu.
Það hefur verið svo sterkt að segja, þú veist, hann afmæliskaka. Aróni aftur gælaði fyrir Bjössi skrappa á klósetti, þannig að ég er nú bara einn hérna eins og veit ekki alveg hvað ég á að gera einn. Ég set bara eitthvað gott lag hérna handa ykkur kæru hlustendur. Þetta svona smá nostalgía og verður aldrei. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we gon' play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Öll verkefni sem þú búin að vera að borga af láninu, ef þeir dæma hana úr friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Ég Erpur Eyvindsson. Ég decaf sojalatte þambandi mussuklædd feminista þurrkunda. Ung vinstri græn. Sólbóðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splass, 25% afslátt í skemmtigarði Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 1011. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. 2000 nýjar leiguíbúðir, Samfylkingin. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur hér til 6 í dag. Það mánudagur og það reyndar nóg að vera í kvöld. Það körfuboltaleikur. Já. Það Grindavík Stjarnan. Ertu að fylgjast eitthvað með körfunni? Nei, ekki nóg mikið, ekki íslensku körfunni. Ég að fylgjast með NBA. Já. En ekki nóg mikið með íslensku. Hver að fara að vinna þetta? Hvernig staðan? Það 1-1. Þetta sko... Er þetta bara upp í 2? Nei, fyrst til að vinna 3. Já. Úrslitakeppnin í körfunni á Íslandi alltaf mjög skemmtileg. Reyndar eru þessi 2 leikir ekkert búin að vera neitt rosalega spennandi. Báðu leikirnir búin að vera bust. Fyrst rúllaði Grindavík yfir Stjörnuna og svo mann Stjarnan held ég með 40 stigum bara núna á föstudaginn. Já, þannig að það er ekki búin að spennandi leikir. Og svo er líka Game of Thrones í kvöld. Ertu að horfa á það? Nei. Nei, ok. Hvernig stendur á því? Ég var búin að segja þér að fara að kíkja á það. Fyrirgefðu. Þú ert ekki að segja með, það eru geggjað þettir. Já, ég er að fara í fótbolta. Já, það reyndar, það er fótbolta alltaf. Þú getur náður þegar það kemur heim, en kortir í 10. Og svo er það sjálfsögðu, Manchester United Aston Villa líka í kvöld. Já, þar sem að Villamenn er að fara að tryggja sér 3 örugg stig í harðri botbaráttu. Þú sem Tottenham maður, ef þú hefði mátt velja, hvort það eru vilja Manchester United eða Manchester City eða þú verið mestari? Ég er nokkur hlutlaust þar á milli, en... Þér er basically bara sama? Já, eiginlega, en ég vil til dæmis frekar að United vinni heldur en Arsenal. Já, það er alltaf, það er hatur þar á milli, Arsenal og Tottenham. Ekki að það sé einhver hætta á því að þeir hafi verið að fara að vinna þetta, Nei. Og líka heldur en frekar en Chelsea. Já, ég er samt það er náttúrulega Gylfi spilar inn í, en ég vona Tottenham tryggja sér í mestaradeildina. Já, mér er ekkert illa við United, Nei, það er aldrei verið neitt hatur á milli Tottenham og United, þannig sé. Nei. Þannig að þú missir að þeim leik líka. Já, heldur samt og við erum búin að tala mjög mikið um fótbolta í þættinum. Já, þetta er búin að vera svolítið svona fótbolta þáttur í dag. Það er alltaf læg að taka eitt svoleiðis, en ef að þið vinnið í kvöld, þá vinnið titilinn, en ef það jafntefli þá þurfa að vinna annan leik eða eitthvað svoleiðis ekki. Jó. Þannig að
sko, upp á bara því að næstu helgi þá mætiði Arsenal á heimavelli Arsenal, þar sem að Robin Van Persie kemur á sinn gamla heimavell. Já. Það er náttúrulega, væri svolítið gaman að sjá titilinn þar, sko. Já. Sjá eitthvað vinna titilinn fyrir framann. Bara tryggja þetta sem fyrst, en fyrst þú ert ekki að horfa á Game of Thrones, hvað þætti er þetta að horfa á þessa stundina? Ég er að horfa rosa mikið á Friends, nei, ég er einhverja svo lítið duglegur, svo lítið duglegur að horfa á nýja þætti. Já. Ég var reyndar... Það er bara Breaking Bad, manstu, ég lofaði þér að ég myndi horfa á það, þú varst alltaf að bölva mér. Og þú gerði það? Já, tók þetta allt. Og þú sástu ekki eftir því? Nei, mjög góð þetta. Sko, það er búið að vera svolítið löng pása þar, eða ekki? Jú, allt og löng. Þeir eru að koma aftur samtali í sumar með síðustu þættina. Sumar eða haust. Hérna, ég hef eiginlega ekki dottið svona mikið inn í neitt þátt, jú, náttúrulega Homeland þegar hann var núna veitur, sko. En hérna, ég er að reyna að finna mér svona þannig þátt til að detta inn í. Já, ég er svo mikið sjónvarpsvíkill, ég elska detta inn og eiga bara 7 seríur inn af ykkur. Já, ég veit það. Ég sko, menn er eitthvað, voru að segja mér að horfa á þarna Girls þáttinn og jafnvel New Girl líka. Já, ég hef ekki séð það. Hann var einmitt að tala um að Erspur að vera mjög gott. Já, akkurat. Og hérna, en mér vantar eitthvað svona drama þátt. Það sem ég bara, fuck, hvað er í gangi þarna? Takktu það Game of Thrones. Er það ekki bara eitthvað gremlins og goblins og eitthvað... Nei, ok, það er kannski drekar og eitthvað svona kjafta í þessu. Ef það er dreki, þá get ég ekki hort á það. Það er líka dvergur. Fýlar það ekki? Smá. Ég fýla smá, jú. Hérna er Pitbull og Kristina Aguilera með Feel This Moment. Svo er það lagið á leiðinni heim. Hins vegar komið að danskaraliði því hjá okkur í FM 95 Blöð sem heitir Lagið á leiðinni heim. Já. Og það er geggja lag í dag. Þetta hefur aldrei verið spilað áður, allavega ekki mínu þætti. Nei. Og þetta er sennilega svo hljómsveit sem ég væri mest til að fara á tónleika með. Reyndar ég væri til að sjá Metallica líka. Ég skil ekki okkur, ég fór ekki á þá þegar þeir komið. Nei. Metallica. Fórstu það? Nei. Ég átti ammæli. Á sama dag? Já. Ok. 4. júlí. Ertu kannski ekki Metallica aðdæmandi? Jú, svona bara, þú veist, semi. Já, en ertu Red Hot Chili Peppers maður? Já, ég er meiri Red Hot Chili Peppers maður. Já, hefur þú farið á tónleika með það? Nei, ég var til það, sko. Hvað ætli kosti að fá þá einhvern veginn? Ég held að ég kosti, en ég menna Óli Geir myndur, það er eitt SMS fyrir Óli Geir bara. Já, ég menna ef að Óli Geir fær 50 likes og kannski græjar Red Hot Chili Peppers, hvað heldur hann þyrfti mörg like? Svona 100 like og ég græja Red Hot Chili Peppers til landsins. Já, það er hljómsveit sem ég væri til að sjá og þeir eru einmitt með lagið á leiðinni heim í dag. Já. Lagið heitir Snow og... Það er ekki gamalt. Nei, það er ekki það gamalt en hrikalega flott og hér kemur það. Þetta er lag sem allir kannast við, held ég. Björns er búin að vera með okkur síðan 4 í dag, klukkan er að verða 6 þennan mánudaginn, 22. apríl. Rikki G. rétt og mætur í stúdíóið, ætlar að taka við okkur strákunum. Hann verður með okkur til 9 í kvöld, þannig að takk ég vel á móti honum. Björns, Richie Rich. Þú var að sann með heiður að vera hérna með þér í dag. Sömuleiðis maður. Gangið vel í boltanum í kvöld. Takk. Ég vil þakka öllum hlustendum kærlega fyrir hlustunin í dag. Við verðum mættir hér á morgun, ég og Sveppi. Hvernig spáir United Aston Villa í kvöld? Leiknum, ég spái 2-1 United. Ég held að það verði ekki þá örugt. Nei. En svo sem alveg sama hvernig við vinnum, ef við vinnum. Já. En þú, hvernig spáðu þú í? Þú ert nú gambling man. Já, ég held að þú getur haft rétt fyrir þér. 2-1. Já, en ég held reyndar líka að það er eitthvað sem segir gæti dottið í X og þið vinnið þetta á Emirates næstu helgi. Já, það væri svo sem veistla líka. En hafið það gott í kvöld, kæru hlustendur og við heyrjumst á morgun. Bjössi, takk fyrir daginn. Sömuleiðis. Mennu að segja að ég sé ekki gamall. Þú ert ekki gamall, þú ert ekki drikkveldur. Hún er ekki. Endum þetta á Ríu Hönnu og lagið heitir Rude Boy sem er mitt Björn Brei. Hann á til að vera Rude Boy. Þú ert Rude Boy. Þú ert rugglaður. FM 95 Blöð á FM 957. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Dominos kynnir. Mér dreymir oft fáránlega drauma. Á miðjum akrinum eru hvítir menn að slátra fjölskyldu minni. Falskur fugl, kominn í bíó. Túborg kynnir. Ásgeir Trausti heldur tónleika ásamt Pétri Ben á Factory föstudagskvöldið 27. apríl. Miðaverðið aðeins 2500 krónur og er forsala miða á Factory frá klukkan 5 alla daga. Atvið, takmarka magn miða í boði. Factory, góðar stundir. Treystum þjóðinni og klárum aðildarviðræðurnar. Samfylkingin.
FM 95 Blö. Virkadaga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virkadaga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. She's just a girl, but she's on fire. Alicia Keys, Girl on Fire, ekki geta tekin við á þessu mánudegi af FM 95 Blö. Birnir Braga og Eita, þáttunum fyrir á vísir.is fljótlega. She makes me go.